Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, og talar af hálfu Miðflokksins. Herra forseti. Góðir landsmenn. Það hillir undir lok kjörtímabils sem markast hefur að töluverðu leyti af baráttu heimsbyggðarinnar við kórónuveirufaraldur. Íslendingum hefur farnast betur en mörgum í baráttu við vágestinni þrátt fyrir fálmkennd viðbrögð ríkisstjórnarinnar á meðan faraldurinn hefur staðið. Núverandi stjórnarandstaða á ekki síst þátt í að vel hefur tekist til með því að sýna ábyrgð og festu. Nú þegar hillir undir lok faraldurs þarf að taka víða til hendi í sókn til meiri atvinnu, aukinnar verðmætasköpunar og bættra lífskjara allra þjóðfélagshópa. Áhorfandi góður. Á þessu kjörtímabili hefur ríkisstjórnin gleymt nokkrum þjóðfélagshópum algjörlega. Þar má meðal annars nefna eldra fólk, öryrkja og ungt fólk. Landssamband eldri borgara setti fram 5 baráttumál á fundum nýlega. Það er ánægjulegt að segja frá því að Miðflokkurinn hefur ítrekað lagt fram þingmál sem varða 3 af þessum 5 baráttumálum. Lengdan starfsaldur ríkisstarfsmanna, að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur og sér lagabálk málefni aldraðra sem tryggi einfaldara kerfi og notendavæna þjónustu við hópinn. Hin 2 áhersluatriðin rúmast innan stefnu flokksins sem kynnt var á landsþingi hans helgina undir kjörorðunum frá starfslokum til æviloka. Stefnan byggir á að þjónusta við eldra fólk verði samhangandi keðja þar sem einn hlekkur taki við af öðrum og tryggi réttindi og lífskjör fólks án þess að eldra fólk og aðstandendur þurfa að standa í sífelldri baráttu fyrir sjálfsögðum rétti þessa sístakandi hóps. Þar má telja lífsleikni og hreyfingu, sálfræðiþjónustu, aukna heimaþjónustu, ný búsetuúrræði og fleira. Flokkurinn hefur einnig lagt ítrekað til að krónu-á-móti-krónu-skerðing öryrkja verði hætt og að þeir geti notað starfskrafta sína eins og þeir hafa afl til. Góðir landsmenn. Ungt fólk á ekki sömuleika nú og áður var. Skólakerfið svarar ekki kalli breyttar áherslur. Eins og nú hentar skólakerfið drengjum ekki. Í nýsamþykktri menntastefnu ekki eitt orð erfiðleika drengja í námi. Þar heldur ekki að finna eitt orð sjálfstætt starfandi skóla á öllum námstigum. Þarna verk að vinna fyrir nýja ríkisstjórn til að marka nýja stefnu í verk- og tæknimenntun framar öðru á þess að flýta og efla starfskynningar þannig að fólk geti fundið sér námsleiðir við hæfi og áhuga. Áhorfandi góður. Ungt fólk á einnig undir högg að sækja á öðrum sviðum. Erfiðara reynist fyrir þennan hóp að koma sér þaki yfir höfuðið. Ósanngjarnt greiðslumat á þar stóran þátt. Ný úrræði félagsmálaráðherra með hlutdeildarlánum kemur fáum að gagni á höfuðborgarsvæðinu. Til þess eru skilyrði úrræðisins og þröng og lóðaframboð aldeilis ónótt. Ungt fólk í Reykjavík glímir einnig við vanda vegna þess að Reykjavíkurborg trassar uppbyggingu leikskóla. Unga fólki flýr því höfuðborgina og sest að í nágrannanum nálægum sveitarfélögum. Uppbygging í Árborg ævintýri lík með aðkomu Miðflokksins og á Akranesi, Suðurnesjum og í Ölfusi fjölgar fólki mun meira en í Reykjavík. Það því að sönnu hægt að þakka formanni Samfylkingarinnar fyrir að vara kjósendur við þeirri ætlan sinni að koma upp ríkisstjórn í anda borgarstjórnar Reykjavíkur sem skilur höfuðborgina eftir á barmi gjaldþrots. Vörumst sömu örlög ríkissjóðs. Góðir landsmenn. Það þó nokkur hætta á því að núverandi vinstri stjórn sitji áfram. Atkvæði greitt Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokki kemur ekki í veg fyrir vinstri stjórn. Eina tryggingin fyrir því að hér verði borgaraleg stjórn sem stendur vörð fullveldi og öryggi Íslands að Miðflokkurinn hljóti góða kosningu nú í haust. Miðflokkurinn stundar ekki útilokkunaraðferðir við val á samstarfsaðilum. Þar ráða stefnumið og áherslur ferð. Skynsemisstefna og rökhyggja eru hornsteinar Miðflokksins. Herra forseti. Það ekki hægt að ljúka þessari ræðu án þess að þakka starfsfólki Alþingis fyrir það hversu ævintýralega vel þau hafa staðið sig í gegnum þennan faraldur og tryggt það að Alþingi hafi getað starfað hér snurðulaust eins og við venjulegt árferði. Það verður seint fullþakkað. Áhorfandi góður. Ég skora á þig að kynna þér stefnumið Miðflokksins sem að finna á heimasíðu flokksins og óska þér og þínum gleðilegs sumars og að þú eigir góðar stundir í sumar. Mótum framtíðina saman. Í þriðju umferð talar af hálfu Sjálfstæðisflokksins hv. 9. þingmaður